Skartar alvöru móttu? Ha? Skartar alvöru móttu? Já, það eina viti. Þú kemur inn í landsliðshópinn núna sem skytta, svona allt múlið mann hérna í íslenska landsliðinu? Já, bara, það svona svolítið mitt starf hérna með hann breiða hóp af örfættum mönnum sem að vera með, skilur við, þá, því ekkert annað heldur en að vera bara klári að leysa það sem þarf að leysa, ég bara ágæti staða sem ég í og bara ég tek öllum tækifærum sem ég fæ, sko. Hvernig að koma svona inn í landsliðsverkið núna, rétt rúmlega mánuður frá þessu Evrópu-ævintýri og vera að fara í æfingaleiki? Ertu ekki guðslegandi fegin að þetta sé það alltaf á móti Svíþjóð og hérna á heimavelli í staðinn fyrir að vera að spila einhvers staðar í Bosníu eða eitthvað svoleiðis? Það er náttúrulega bara geggjað að við fáum, að fá svona gott lið hingað heim og gefa áhorfendunum heima, sénsinn að mæta og sjá alvöru leiki og svona, Sér náttúrulega bara það er alltaf geðveikt að koma og hitta hópinn aftur og gaman að sjá líka mikið á ungum bjökkum og svona sem að fá að spreyta sig aðeins með okkur og svona. Ég er bara mjög spenntið fyrir vikunni og líst vel á þessa leiki. Hvernig standað það og hvernig hefur gengið svona eftir Evrópumótið í Gummersbach? Bara allt í toppstandi, sko. Ég er bara í mínu allra besta formi og okkur gengur náttúrulega þvílíkt vel í Gummersbach. Við erum bara í toppbaráttunni og að reyna að satsa á Champions League á næsta tímabili, erum 2-3 punktum frá því núna. Þannig að það er bara allt í góðu standi, sko. Komum náttúrulega fréttir það í janúar að þú er náttúrulega samningslaus eftir tímabili og væri orðað við nokkur félög. Hvernig standa svona framtíðin hjá þér? Ég er ennþá bara að vega og meta, skilur, og í samningsviðræðum við Gummersbach og svona með framlengingu og svoleiðis, en ég hef ekki tekið neinar ákvarðanir ennþá. Það eru 2-3 liðir sem að standa til boða og ég er bara svona vega og meta, hvað verður best fyrir mig handboltalega og fyrir fjölskylduna mína og svona, sko. Það er náttúrulega vanalegt í handboltanum að vera búin að semja langt fram í tíman, en svo ert þú og fleiri landsliðsmenn hérna líka bara að vera samningslausir. Er óþægilegt að vera samningslaus svona stutt í næsta tímabil? Já og nei, skilur maður, það vill, það væri þægilegt að hafa eitthvað svona tíma til að skipuleggja og svona, skilur, en það reddast alltaf, skilur, og það þarf ekkert að vera svona mikið langt fram í tíman, sko. Við munum alveg græja þetta, sko, þó að séu bara nokkrir mánuðir í þetta. Ég er ekki stressaður yfir þessu, ég er bara að reyna að finna rétta kostinn fyrir mig, sko. Finnst þér, er eitthvað líklegar en annað? Finnst þér líklegt að vera áfram í Gummersbach eða hvernig metur það? Ég held að sé svona bara 50-50. Ég er náttúrulega með góð tilboð frá öðrum liðum þar sem ég væri kannski í meira skyttuhlutverki, en mér liði vel í Gummersbach og þar erum við með toppklassa lið og svona sem ég er að spila stórt hlutverk í aðallega í vörninni og svona, skilur. Þannig að já, eins og ég segi, ég er ennþá svolítið að vega og meta, skilur, hvað er best fyrir mig að gera, skilur, hvort það séu skora 3 aukamörk eða vera í meiri toppbaráttu eða hvað það er, skilur. Það bara verður að koma í ljós, sko. Ég hreinlega veit það ekki eins og staðan er í dag, sko.